Góðir gestir, velkomin á þessa kynningu á nýrri bók sem var gefin út hér fyrir réttri viku og útgáfuhófið var norður á Akureyri sem var mjög eðlilegt og eðlilegur staður líka að þetta var í Menntaskólanum á Akureyri. Ég heiti Jón Baldvin og er næst elstur í hópi jarðbrúarsystkina sem standa að þessu hófi undir nafninu Svartdæla síst sem lítið bókaforlag sem við stofnuðum, átti aldrei vera nema ein bók en þær urðu dálítið fleiri því þær eru komnar á annan tuginn og nú þessi nýja bók komin. Við þessi þrír elstu erum fæddir svona á byrjunu 1953 og 58 og frá jarðbrú í Svarfaðardal á næsta bæ, Laugahlíð, voru strákar sem voru svipuðu reki og við. Þetta var bílatíminn og svona í kringum 7. áratugnum. Við vorum svona 10-15 ára guttar og lékum okkur mikið saman og þetta voru nánast eins og bræður í þessum hópi á þessum tveimur bæjum. Annaðhvort voru þeir niður frá hjá okkur eða við upp frá hjá þeim og þetta var auðvitað mjög svipað með þessa ungu drengi. Við vorum í útiverkunum langmest en það var einn munur á hópnum. Strákarnir í Laugahlíð, þeir voru líka mikið í innriverkunum. Voru kollungir. Sjálfsagt hefur okkur eitthvað þótt að skrítið en við ólumst upp við þetta að þeir voru það. Þeir voru bæði í útiverkunum og innriverkunum. Þeir voru í að elda og þeir voru í að þrífa. Við varum með voðalítið í því. Já, jarðbrú. Það voru aðrir sem sáum það. Nefni bara mömmu. En þarna var mamma þeirra samt. En hún var sjúklingur. Óttalegur aumingi var hún kannski oft sagt fólk sem var ekki alheilt. Þegar við komum í Laugahlíð þá var hún oft á náttslopp. Hún var oft mjög föl, hún gat lítið sinnt inniverkum og við svo sem hugsuðum ekki þannig en bara snjóka í Laugahlíð var bara alltaf lagsinn og gat hvorki sinnt inniverkum þaðan og síður útiverkum. Það var svo núna í vetur að Óskar bróðir, hann búinn að skrifa vinnarbók í 2 ár og ég las handrit og síðar próförk og einhvern tímann í vetur sendi hann mér handrit og ég settist við tölvuna og opna og sé kafla snjóku í Laugahlíð. Ég var gáttaður. Ég hafði ekki hugmynd að hún hafði verið með Akureyrarveikina og þetta var allt afleiðing af því. Svona og ég get alveg sagt ykkur, ég satt og starði á tölvu sjálf. En bókin kom út og Óskar bróðir sem skrifaði þessu bók, hann var að fara að kynna hana, en rétt að nefna það kaffi aftast og salerni, þarna aftan í salinn og svo ætlum við að vera með svona almenna kynningu hér í röskum klukkutíma eða svo. Óskar Þór. Góði gestir, ekki gaman að sjá ykkur öll hér í dag og það segir mér ýmislegt áhuga fólks á þessari veiki, þessari duldu veiki sem að fáir hafa kannski haft skilning á gegnum tíðina og vitað ekki svo óskaplega mikið en var mjög alvarleg. Ég ákvað 2023 fyrir 2 árum síðan og þessi saga mætti ekki gleymast. Ég var staddur á málþingi í Amtsbókasafninu á Akureyri í tilefni af því að 75 ár voru þá liðin frá því að faraldur Akureyrarveikinnar gekk á Akureyri og víðar á land og ég huglustaði á framsögu fólks sem veiktist og fleiri, lækna og fleiri og ég hugsaði með mér þessi saga má aldrei gleymast.
Hún verður að skrá hana. Ég tók rauninni ákvörðun á þessum málþingi að fara í það. Ég tengist engum sem að fékk Akureyrarveikina í okkar næstu fjölskyldu. Það ekkert þannig. En mér fannst bara þessi kafli vera óskráður í sögu Akureyrar og bara landsins alls. Og þessar myndir frá þessu málþingi á Akureyri. Þarna tók ég ákvörðun. Daginn eftir hitti ég Ásgeir Jóhannesson sem hér til hliðar núna hjá okkur í dag upp við Menntaskóla. Hann var einn af framsögumönnum á þessu málþingi og ég nefndi við hann, ég þekkti ekki Ásgeir heilsaði honum á þessu málþingi og spurði má ég eiga við samtali Akureyrarveikina, mér langar til að skrifa eitthvað um þetta. Hann sagði velkomið og ég vissi að hann var alltaf að gista hérna eina nótt á Akureyri og fara daginn eftir suður yfir heiðar og ég spurði má ég taka myndaður upp í Menntaskóla áður en fer í flugið. Hann sagði já, ég tók þessa mynd á Ásgeiri upp í Menntaskóla og síðan hefur hann verið minn mentor af öllum öðrum ólöstuðum hefur hann verið minn hvatningamaður í þessu verki. Ófá samtölum höfum við átt í síma, í tölvupóstum ýmislegt og hann hefur bent mér á margt. Ég veit hann mér mjög þakkláttur fyrir að hafa skráð þessa sögu því annars hefur hún glatast. Mér langar til þess að færa Ásgeiri að þessu tilefni árita bók frá mér. Kæri þökk Ásgeir fyrir ómetanlegt samstarf við ritun þessara bókar. Og hér til marks hvað við vorum nánir, þá hér mynd á okkur saman á bakli bókarinnar. Ásgeir, ég ætla að færa þessa bók. Ásgeir veiktist í Menntaskólanum á Akureyri. Hann var þar á heimavist skólans og helmingur vistarbúa veiktist. 70 nemendur á heimavistinni, 35 þeirra veiktust. Og auðvitað miklu fleiri nemendur sem voru út í bæ. En hvað var Akureyrarveikin? Jú, þið sjáu hér blaðaúrklippu frá þessum tíma í Akureyrarblöðunum og Landsmálablöðunum. Og hvað sjáu þið? Jú, þið sjáu mænuveiki. Alls staðar talað mænuveiki, mænusótt, lömunarveiki. Vegna þess að við héldu að þetta væri lömunarveiki. Menn þekktu lömunarveiki frá aldamótum, það voru faraldrar af lömunarveiki á Íslandi og þess vegna gáfu menn sér að sjálfsögðu þetta væri lömunarveiki og menn voru skíthræddir við það vegna þess að lömunarveiki getur dregið fólk til dauða. En það dó enginn á Akureyrarveiki. Síðan verður faraldurinn svona mikill á Akureyri til að byrja með og svo dreifist hann landið. En það dó enginn, það fannst læknum mjög merkilegt vegna þess að fólk var hundveikt og það lá í rúminu vikum saman, jafnvel mánuðum saman. Og það var eitt og annað líka sem að mönnum fannst dularfullt. Það voru miklu fleiri konur sem veiktust af Akureyrarveikinni heldur en gengur sem var eðlilegt og venjulegt í mænuveiki og fleira greindi þessa sjúkdóma að. Hann var ekki bara á Akureyri, hann dreifðist landið frá Akureyri út allt land, þar á meðal til Ísafjarðar. Það var mjög alvarlegur faraldur frá janúar til maí 49. Þessi faraldur á Akureyri byrjaði í september 48 en hann dreifðist svo með hverjum? Jú, líklega með mennskælingu. Mjög líklega. Landlæknir og skólameistari Menntaskólans á Akureyri, þáverandi Þórarinn Björnsson og Vilmundur Jónsson landlæknir, þeir báðu nemendur Menntaskólans að fara ekki heim jólin 49. Halda sig á Akureyri til að dreifa ekki veikina út landið. Flestir urðu við þeirri bón en ekki allir. Þar á meðal einhverjir nemendur á Vestfjörðum og það stóð ekki á því að nokkrum dögum eftir að nemendur fóru vestur í jólafrí þá byrjaði veikin þar. Mönnum sýndist læknum á þessum tíma að þetta væri meðgöngutíminn svo getur sagt hafi verið svona cirka 7 til 10 dagar og það passa mjög vel. Þannig að þetta byrjaði rétt áramót 48-49 á Ísafirði. Þetta fór í
til dæmis í Reykjaskóla í Hrútafirði með hverju norðurlega rútunni. Það nokkuð pottþétt. Vegna þess að hún stoppaði á leið sinni norður í Reykjaskóla meðal annars og tilbaka aftur Reykjaskóla. Og það var álíkastaður og þetta barst sem sagt inn í skólan sem gerði það verkum að nemendur þurftu að stoppa, vera sig í skólanum jólin 48. Skólinn var settur í sóttkví og nemendur fengu ekki að fara í jólafrí. Heldur að halda jólin eins og á Heimalæs Menntaskólans jólin 48. Þeir fengu svo jólafrí í febrúar í Reykjaskóla. Annar staður sem var settur í sóttkví var áningarstaður Fornihvammur á Holtavegi sem maður sér nú lítið af í dag en var aðal áningarstaður í þá daga. Hann fór þessi sjúkdómur sannarlega líka til Reykjavíkur en það mátti bara ekki tala það. Sjáu þetta. Þetta er Vilmundur Jónsson landlæknir og hann segir í heilbrigðisskýrslu 1949 sem var gefin út 4 árum seinna, 1953, mun það hafa verið þegjandi samkomulag Reykjavíkurlækna að kenna veikina mjög varlega við mænusótt og lamanir og gera yfirleitt sem allra minnst úr henni. Mun nokkur hluti Reykjavíkursjúklinga með Akureyrarveiki koma til skila á farsóttaskrá undir dulnefni sóttarinnar vírusveiki. Þetta var sem sagt skráð í læknaskýrslu sem vírusveiki. Og af hverju skyldu læknar hafa gert þetta? Jú, hann segir að það eru óbeint landlæknir til þess að forðast hálfgerða hysteríu og sótt ótta í Reykjavík. Þannig að menn voru ekki búin að gleyma til dæmis spönskuveiki og afleiðingum hennar. Þannig að vissulega fór út Reykjavíkur líka. Það var bara ekki talað um það á þessum tíma. Það var sett samkomubann á Akureyri í margar vikur, líka á Dalvík og Húsavík sem dæmi. Þetta er í 4. janúar 1949 sem að sýslumaður undirritar skjal samkomubann. Þannig að þetta er allt sem að þekkt löngu fyrir COVID. Helstu einkenni Akureyrarveikina, hver eru þau? Að sömu leyti flensulík einkenni, sótthiti, en mjög áberandi þessi stífleiki sem byrjaði gjarnan í mjóbaki og upp í hálsi. Það tala eiginlega mjög margir sjúklingar um það. Verkir í útlimum voru mjög áberandi og fólk, eins og ég sagði áðan, lá veikt vikum og jafnvel mánuðum saman. Allt upp í 5 til 6 mánuði hef ég heimildir. Fólk fékk höfuðverk, það svitnaði mikið og glímdi svefnleysi og þessi langvarandi þreyta og slappleiki var mjög áberandi og þarna erum við komin að hlut sem er mjög lík því sem að því miður ME-sjúklingar á Íslandi þekkja og út allan heim. Og lömun, það er vísu ekki hjá ME-sjúklingum, lömun, en þarna var hún til staðar. Þess vegna hélt fólk að þetta væri lömunarveiki, en notabene það var bara cirka 15 sjúklingar sem að fékk einhverja lömun og hún gekk mestu tilbaka hjá flestu. Og svo kom að því að læknar töldu þetta væri tæplega lömunarveiki, þá ákvað landlæknir í janúar 1949 að senda lækna norður til þess að taka sýni úr sjúklingum á Akureyri til greiningar, til þess að finna út úr því. Þá voru keldur nýkomnar til sögunar en það var ekki hægt enn sem komið var á þeim tíma að greina þau á Íslandi. Þannig þau voru sent til Bandaríkjunum til greiningar. Til þess að fá því skori hvort að pólíóveiran væri í þessum sýnum eða ekki. Pólíóveiran veldur sem sagt lömunarveiki og það reyndist ekki vera. Þannig það voru tekin meira 30 sýni á Akureyri og hluti að sendur vestur til Bandaríkjanna. Og þegar þetta lá fyrir mitt árið 1949, þetta væri ekki lömunarveiki, þá var farið að kalla þessa veiki Akureyrarveiki. Menn töldu rétt að nefna hana eitthvað. Þetta var einhver veiki sem enginn vissi hvað var og það veit það enginn enn þetta í dag, notabene.
Þess vegna var farið að tala Akureyrarveikin vegna þess að faraldurinn var hvað hlutfallslega mestur á Akureyri á þeim tíma. En það sem læknagerð á Íslandi var einstakt. Þeir skráðu veikina mjög vel, eins vel og hægt var á þeim tíma. Með Björn Sigurðsson sem hérna lengst til hægri í Broddi fylkingar sem var einn af okkar allra mest merkustu vísindamönnum fyrr og síðar. Því miður dó hann langtum aldur fram. En þeir skráðu þetta mjög vel og gáðu út þessa grein, þessi 5 læknar Akureyrarveikina í Læknablaðinu 1950 og svo var hún þýdd í erlend tungumál og þannig flaug þessi fiskisaga út allan heim og þess vegna þessi sjúkdómur þekktur út allan heim sem annaðhvort Akureyri disease eða Iceland disease. Eini sjúkdómur sem kenndur þetta land. En svo má ekki gleyma því sem margir vita ekki og það var nefnilega annar faraldur á Akureyrarveikinni en 1948-9. Hann var 1955-6 annars vegar í Þistilfirði, við sjáum hérna hægra megin mynd frá Þórshöfn á Langanesi og svo til vinstri frá Patreksfirði. Sem sagt 2 landsóttum, Vestfjörðum og Langanesi á sama tíma. Undir lok árs 55 og fram á árið 56. Það mjög merkilegt. Af hverju skyldi það vera? Hvernig gat þetta gerst? Ég get ekki sagt það til það, og það veit það enginn, en það bendir mjög margt til þess að veikin hafi verið tilfelli af Akureyrarveikinni, stungið sér niður í Reykjavík á þessum tíma og hún borist með líklega strandferðaskipinu sem þá var aðal samgöngutæki og fólk skipið stoppaði á Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri víðar og það fór alla leið og Þórshöfn og Langanesi. Ég veit fyrir víst hver það var sem bar veikina í Þistilfjörð. Ég ætla ekki að segja það, en ég veit það hver það var. Og það getum við bara að lesa á milli lína í heilsufarsskýrslum og ég búin að tala svo fjölda marga að það allir sem eru sammála það. En látum það liggja milli hluta, það aukatriði málsins. Ég gat ekki skrifað þessa bók öðruvísi en að tala fullt af fólki. Vegna þess að skriflegar heimildir eru ekkert óskaplega mikla til þessa veiki. Hvað gera bændur þá? Þá gróf ég í gamla blaðamönnum í mér. Ég vann lengi í blaðamennsku og blaða- og fréttamennsku og ég talaði mjög margt fólk. Sennilega, ég hef ekki tekið það saman, sennilega 70 manns eða eitthvað. Og það bæði sem sagt fólk sem veiktist og afkomendur fólks sem veiktist. Þannig sjáum við til dæmis myndir. Hér neðri myndin einmitt af Snjóku tíknendri sem að Jón nefndi áðan. Hún hér, mynd sem tekið listiveður Akureyri. Nokkru fyrir án veiktist. Þessi ágæta konan lengst til hægri uppi, hún veiktist á Akureyri, stúlka. Þessar sögur eru ómetanlegar, finnst mér, og varpa góðu ljósi á hvað fólk var að ganga í gegnum. Þetta var skelfilegt. En fólk valdi að tala ekki mikið þetta vegna þess. Hvernig haldið þið að hafa verið litið til ungs fólks? Vegna þess að það var mjög mikið af ungu fólki á aldrinum 15 til 25 ára sem veiktist. Hvernig haldið þið að hafa verið litið til þess fólks ef það komst ekki í gegnum vinnudaginn? Öðru sem að leggja sig á þessum tíma. Það var álítið auðmikið. Þess vegna valdi fólk að tala bara alls ekkert þetta. Það var þöggun í gangi þessa veiki. Og það sama gilti rauninni Patreksfjörð eða Vestfirði, ekki bara Patreksfjörður, líka Þingeyri, Bolungarvík og víðar og svo austur í Þistilfirði. Og það var einn sem sagði við mig á Patreksfirði þegar hann las, ég fékk hann til að lesa yfir hluta kafla í þessari bók. Og hann sagði, ég trúi sig. Þarna eru frásagnir fólks sem ég hef ekki hugmynd að hefði gengið gegnum þessa erfiðleika. Hann orðaði þannig, ég heldur sett að opna eitthvað Pandorubók sem hefur lokaði í hálfa öld. Og ég bara fekk að stoppa því. Það hefur komið fram núna í umræðinni
tengslin Akureyrarveikinnar við ME og long COVID, langtíma afleiðingar COVID-19. Og á ýmsan hátt er þetta nokkuð augljóst, en ég ætla ekki að dvelja mikið við það vegna þess að fólki hér á eftir fræðimennir þeir tala betur um það. En og það hefur líka komið fram í fréttum og þið hefur örugglega heyrt það sum hver ykkar minnsta kosti að í þessari vinnu minni þá auðnaðist mér að komast á rétta slóð með þessi sýni sem hafa lengi verið glötuð. Þess að menn vissi ekki hvað þeir voru varðveitt. Ég nefndi þessi sýni áðan frá Akureyri 1949. Þau voru ekki öll send til Bandaríkjanna, þannig ég vissi að þau ef þau væru til, þá væru þau einhvers staðar. Og þannig mér auðnaðist bara að tala við rétta fólki, þannig eitt leiddi af öðru. Þar kom gamli blaðamaðurinn upp mér. Ég hætti ekki fyrir að ég fann. Og þau fundust á okkur þessi sýni. Og þau eru hér, varðveitt, á veirufræðideild Landspítalans í Ármúla, í Fristum þar. Og það eru líka saursýni sem voru tekin vestur á fjörðum 1956. Og ég ætla eftir að láta næsta ræðumanni, Kristínu Sigurðardóttur, að segja okkur betur frá því hvað getur gerst með þessi sýni. Því það held ég getur verið dálítið merkilegt. Takk fyrir. Og hér komin Kristín Sigurðardóttir og Björn á Keldum var nefndur áðan. Hún barnabarn og hefur bæði fylgst mikið með og kannan allt í sambandi við MS-sjúkdóminn og svo Akureyrarveikin. Gjörðu svo. Takk fyrir. Fundarstjóri og aðrir góðu gestir. Það er virkilega ánægjulegt og mikill heiður að vera hérna með ykkur í dag og ég er í raun hér af tveimur ástæðum. Annars vegar ég ein af þeim læknum sem hafa verið að lyfta þekkingu veikindi sem hafa verið skilið svolítið undan í samfélaginu hjá okkur, svona síðastliðin 10 ár og með því markmiði að bæta skilning, forvarnir, meðferð og rannsóknir hérlendis. Og svo þetta líka í dag framhald af fundi sem við áttum hér á Akureyri sem að var fyrir viku síðan á afmæli Akureyrarveikunni. Við vorum að fagna 163 ára afmæli Akureyrar. Við vorum að fagna 1 árs afmæli Akureyrarklíkunnar sem er þvílíkt framfaraskref hér á Íslandi og þó víðar á leitað. Við vorum líka að fagna 0 ár afmæli bókarinnar, útgáfudagur bókarinn, fæðingardagur hennar, þannig að við vorum að fagna því þrekvirki sem Óskar hefur unnið að skrásetja sögur þessa fólks sem veiktist, fjölskyldu þeirra og svo að koma þessum sýnum í leitirnar. Og ég veit vegna þess að ég byrjaði að leita 2017 á þessum sýnum fyrst á Keldum, þar sem við vorum í kringum svona 75 ár og svo inn á Landspítala og það tókst ekki, þrátt fyrir því ég get verið svolítið þrjósk, allavega finnst mannum mínum að vinna það. Þannig að þvílíkur rannsóknarblaðamaður sem við höfum hérna, ég verð bara að fá að dásta honum. En svo verðum við líka að óska Akureyringum og Íslendingum til hamingju með bók Akureyrarveikina. Vegna þess að þetta er merkisviðburður í sögu þjóðar okkar líka, sem ég finnst mjög mikilvægt að við höldum á lofti. En Akureyrarveikindin voru og eru í raun mjög stór partur af sögu Akureyrar og Íslands. Og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst sögur þeirra sem veiktust og fjölskyldu þeirra. En það er líka varðandi Akureyrarveikindin sjálf. Að það til dæmis þegar ég hef verið að mæta á ME-fundi erlendis í gegnum árin. Þetta er í fyrsta sinn sem ég líður eins og rockstjörnu. Fólk er bara, vá, ertu frá Íslandi, má ég snerta þig, það fattar ekki. Og hvað þá að ég hefði komið til Akureyrar? Þetta er rosalega stórt í útlöndum og alveg merkilegt hvað við vitum lítið það hér og hingað til.
Þannig að þetta mikilvægt að halda sér sögur á lofti og sögur náttúrulega fólks sem að fékk þessi veikindi. En eins og með margslungar sögur eða jafnvel ráðgátur, þá getur verið gott að byrja svolítið aftur í tíman og mig langar að byrja að spyrja salinn hver var fyrsta stóra erlenda fjárfestingin á Íslandi á 20. öldinni? Vitið hver hún var? Var það í landbúnaði, sjávarútvegi, iðnaði, byggingum? Það var í hugviti. Það var í vísindum og hugviti og það rosalega stórt. Og þannig að þetta ferðalag byrjaði hér þegar Björn Sigurðsson fékk Rockefeller-styrk, kom frá Princeton og seinna frá NIH til þess að stofna Keldur. Og þessi styrkur var eyrnamerktur vísindum og þau þurfti að verja það, þau þurfti að hafa fyrir því. Þannig að mér langar að virkilega þeir sem að þekkja pólitíkusa hér eða eru pólitíkusar eða hitta við kaffibóðum að þið hafið í huga hvað vísindin skipta miklu máli. Það var þannig að hann og fjölskyldan komið svo heim frá Dettifossi. Það tók mánuð í staðinn fyrir viku að koma heim frá Bandaríkjunum í lok heimsstyrjaldarinnar út af þýsku kafbátunum og í næstu ferð var Dettifoss skotið niður. En hann fékk þennan styrk og nýtti hann til þess að stofna til unnustöðuna í sjúkdómafræðum og meinafræðum á Keldu. Ég var á fyrirlestri hjá Keresis fyrir nokkrum árum og einn af stofnendum þess sagði hefði Keldur ekki verið til, þá væri Keresis ekki til. Þeir fengu að fara einn bakteríumegin með sína frumrannsóknir og þannig hófst þetta ævintýri. Aftur ef við þekkjum pólitíkusa endilega komið þess til skila. En Keldur var svo formlega fór af stað í janúar 1948. Og haustið þá Akureyrarveikin komið og byrjuð. Og fyrst áður en að grunurinn kom að Löfvenavíki þá hélt fólk að þetta verið eitthvað eftir herinn, einhver eiturefni, eitthvað í vatninu. Fólk vissi ekki hvað var á ferðinni. Greinin sem minntist á, ég verð að lyfta lækningleginu. Þegar ég hitti þetta fólk í útlöndum og allir segja, já þetta var fyrsta alvöru rannsókn á ME-veikin sem birtist í ritrýndu fagtímariti, þá segja ég alltaf, já, læknablaðinu 1950. En þeir eru reyndar ekki meina læknablaðið þó svo að það var þýtt 1950 og sett í ameríska birtingu líka, heldur eru þeir að tala Lancet-greinina sem að birtist 6 árum seinna, þannig að þeir fóru nokkuð sinnum norðum og það var svo merkilegt hvað þeir skoðuðu og skráðu veikindin og veikindamynstur einstaklingana, en það sem var merkilegast var öllu var að þeir hlustuðu á það. Þeir trúðu því sem fólk var að segja við sig og sögðu þá úr þessum hópi, þetta ekki vænisýki, ég hef það orðrétt. Þannig að þeir skrásettu og birtu svo grein svo eftirlitsgrein í Lancet, fólkinu var fyllt eftir, skoðað aftur, tekið ný sýni, þessum til sýni frá mismunandi tímabilum og allt það sem við gátum ekki endurst og Keldum, sem var mjög mikið. Við vorum með fyrstur afvendasmásemi í Evrópu. Fólk gerist ekki grein fyrir hvað við höfum verið framarlega í vísindunum lengi Íslandingar, en það sem þykir svo merkilegt umræðin sem var nafnið og nafnið var til benign myalgic encephalitis sem var síðan nafnið yfir þessum veikindum, ME-veikindum, en benign var bara sett vegna þess að benign þýddi að fólk dó ekki. Benign þýðir góðkynni en þetta alls ekki góðkynni sjúkdómur. Þetta getur reynst mjög erfið veikindi. Og hér Harvard maður, einn af mörgum sem byrjar sína fyrirlestra yfirleitt á að tala fyrst Akureyrarveiki eða Icelandic disease þegar þeir byrja sína fyrirlestra og vísa í Lancet. 40 árum síðar þá var Sverrir Bergmann og hans fólk að lyfta ME-veikindunum, að tala að þau notuðu stundum orðið þreytuveiki og notuðu aftur að þetta væri ekki hvorki móðursýki né taugaveiklun og það voru nýjar rannsóknir og þau sýni eru ófundin. Ég líka búin að reyna að leita þeim. Það voru tekin sýni og eitthvað varðveittist hér og eitthvað var sett út til John Hopkins. Þannig að ég lýsi eftir þeim hér. Óskar, over to you. Nú, svo hafa fleiri verið að bætast í hópinn og þarna síðustu 50 árum eftir þetta gerist enn meira og
þar sem að ég að vitna í þetta viðtal við Erni í Morgunblaðið fyrir 30 árum, þetta er stórmerkilegt viðtal. Hann var að koma fyrsta alþjóðlegu ME-þinginu í heiminum. Hann var líka að tala hvernig hann kom inn í þessi veikindi. Hann titlaði sig sem taugageðlækni og hann sagði að það var alltaf verið að senda eitthvað fólk til mín út af einhverju þunglyndi. Svo skoði þetta fólk og það var ekki þunglyndi, það var ekkert aðeins með hausnum. Líkamlega voru þau ekki í lagi og þá vantaði alltaf orkuna. Þetta er mjög athyglisverð grein. Annað sem hann segir, sem ég þótti líka athyglisverð, ég sá þessa grein ekki fyrir eftir, ég var búin að vera út á ME-þingi, var hann talað það að þau keldum hefðu átt að fá Nóbelinn fyrir akurveikina. Og þrátt fyrir það að vera í fjölskyldunni, þó að afi minn var látinn löngu áður en ég fæddist, þrátt fyrir það að hafa fyrir einhvern læknadeild Háskóla Íslands, þá heyrði ég ekkert akurveikina þar. Og en þetta var hans skoðun, en ég vil segja eitt af því fyrsta sem ég gerði eftir ég fór á fyrsta þingin úti var að tala við læknadeild og óska eftir kennslu og rökstuða, tók nokkur ár að fá kennslu ME-veikindin hér og það byrjað. Ólafur Sveinsson taugalæknir kennir núna þau veikindi læknadeild sem mikið fagnaðarefni. Svo höldum við áfram. 2011 þá ME-félag Íslands stofnað og ég verð að fá að segja að þrátt fyrir mjög veika einstaklinga og lítið sjúklingafélag, þá þetta ótrúlega stórt og duglegt félag sem búið að áorka alveg geysimiklu, mér finnst alveg undravert. Meðal annars að lyfta Akureyrarveikindunum, þannig komst ég svona inn í þau aftur eða upphaflega og þarna millions missing fyrir þá sem að sáust ekki og duttu út í kjölfar þessara veikinda á tröppunum á Akureyri og þau héldu þing og til dæmis fyrsta skiptið, ég vissi ekkert Akureyrarveikina fyrir eftir ég fór á ME-þing og þá var búið að taka greinina, ljósrituna og stækkana og hún raðaði ganginn sem ég gekk inn í stóra sal á fyrsta ME-þinginu mínu og það var eins og ganga Rauðabrauð að vera frá Íslandi að ganga eftir þessum gangi. Ég verð að byrja varðandi erlend samstarf að tala hann Ron Tompkins og við kynntumst vegna áhuga okkar sameiginlega á bráðageirunum. Hann var skurðlæknir og yfir Mass General í eitt af Harvard-sjúkrahúsinu í 22 ár yfir Trauma Center, birti rosalega mikið af traumagreinum, alveg einhver 500 greinar sem tengjast honum. Nema hvað, hann stofnandi Ronald Tompkins með Ron Davis í Stanford. Ron í Harvard sem verkfræðingur frá MIT og læknir frá Harvard og stofnaði Harvard Biosciences og Bioengineering og leiddi það til dauðadags. Hann stofnaði þetta collaboration með Harvard og Stanford til þess að rannsaka ME-veikindi. Og hann fekk $2 milljóna styrk frá Rockefeller fyrir það. Og hann upphaflega og sá sem að ég sýndi sem var að fyrirlesa Akureyrarveiki, upphaf fyrirlesari frá Harvard. Þessi tveir tölu upphaflega við mig, ef þú finnur sýnin Kristín og þó þú finnur það ekki, við erum alltaf til að koma að fyrirlesa fyrir ykkur að gera hvað sem við getum til að hjálpa okkur. En ef við finnum sýnin, þá erum við til. Svo í gegnum árin hafa fleiri og fleiri frábærir kollegar verið að bætast í hópinn og vinna áfram að framgangi þessara veikinda og bæta. Við erum þarna saman bæði hérlendis. Við héldum fyrsta málþingið ME 2020 áður en COVID kom til landsins, þannig að það var gott að vera að byrja á þessari vinnu og svo næsta 2023 á læknadögum og það var þá sem ég bað Ásgeir að vera heiðursgest hjá okkur og hann hefur frá því ég kynntist honum fyrst sem var viku eftir fyrsta þingið vegna þess að við vorum í raun og veru kynnt eftir það 2020 þá hefur hann algjörlega blásið mig býður í brjósti að halda áfram að gerast ekki upp að reyna að styðja við óerfið veikindi að bæta málinu. Þessar stundum hefur það verið svolítið áskorun. Og þarna eitthvað af erlendu gesturum okkar sem hafa komið til Íslands til okkar og Ásgeir var heiðursgestur og Jónas Bergqvist kom. Og allir hafi þeir komið norður á Akureyri, þeir eru þarna nokkru góða kollegar frá útlöndum. En aftur á Akureyri, hvað verið í vatninu í Akureyri eða blóðinu, þarna alltaf verið Akureyri þungamiðja.
Og það var einfaldlega bara þannig að það bara settur af stað fundur í kjölfarið og sem að Óskar vísaði í og hann á Amtsbókasafninu á Akureyri og þá það svo að við erum þarna sem að því komum og þá rætt að það Akureyri klíningin stofnuð, það vilji frá pólitíkusum, frá heilbrigðisráðherra, það vilji frá forstjóra spítalans. Það var engin peningur og Reykvíkingar og þeir sem eru á stórhöfuðborgarsvæðinu hlustu nú vel, það var engin peningur. Það var sagt, farum við að stofna og hún farin af stað og átti ársafmæli núna í síðasta mánuði. Þannig að svo þegar Óskar kemur til okkar og segir, svona svipað eins og ég þegar ég upphafði að kynntist Akureyrinni, ég vissi svo lítið þetta, ég bara að skrifa bók og svo hann bara búin að skrifa bók. Og ekki bara bók, bara eitthvað smá bók, 400 blaðsíður. Og þannig að nú erum við komin söður og nú þurfum við að stórhöfuðborgarsvæðinu að fara að láta verða raunveruleika þá móttöku og það komin pólitískur vilji. Það komin stuðningur frá heilbrigðisráðherra, stuðningur frá forstjóra Landspítalans. Það vinnuhópur búinn að vera að vinna núna að stofnun hennar, enda var Akureyrar klíningin í raun og veru fyrsta skrefið í því sem þurfti að gera á Íslandi. En þeir eru bara svo svakalega duglegir að það gekk miklu betri þar og fyrr. Og svo erum við í vinnuhóp núna sem að Kristján Erlends og Sigurðardóttir sem að Ísland svo dásamlega lítið tengdadóttir Ásgeirs og ég vissi það ekki einu sinni þegar ég fór í vinnuna með henni í upphafi. Þetta land náttúrulega dásamt. Og svo þarna vinnuhópur sem hefur verið að snúa umhverfisþáttunum sem kom inn í þetta líka. Og við höfum verið að kalla þetta meðferðar- og rannsóknarsetur langvinnar afleiðingar sýkinga og annarra umhverfisþátta. Og nú vinnuhópur kominn af stað, starfshópur sem á bara að láta þetta verða veruleika. Og Landspítalinn kominn með 60% hlutfall hjúkrunarfræðings til þess að byrja að skrá lífsýni úr MS-sjúklingum sem fyrsta skrefið. En við þurfum að hafa það þannig að allir á Akureyrar klínikum sem það vilja, og ég sat hjá nokkrum þeirra í síðustu viku, ekki bara í hlutastöðum, heldur geta farið í fulla stöðu þá sem þau vilja og það þarf að vera fleiri. Þannig geta komist í að vera með eftirlit og svo þetta alltaf verið í samstarfi og það þarf að fara að setja hana upp. Fysiskt, okkur vantar bara peninga, okkur vantar ekki vilja. Þá komið að sýnunum sem að loksins kom í leitirnar og ég var ekki fyrst að leita, ég frétti svo að aðrir Herdísi hér, hún byrjaði að leita 2013, ég byrjaði að leita 2017-18 en sýnin voru mjög vel varðveitt í djúpfrysti á keldum í tæp 75 ár. Það var þannig að Margrét Guðna, hún gætti þeirra svo vel að hún fór með þau þegar hún fór á eftirlaun og hélt áfram að vinna á Landspítalann. Ég bara vissi það ekki um voru lífi, ég var að leita á keldum, þá voru þau farin. Svo kemur Óskar til sögunum og finnur þau, en þegar ég leitaði á Landspítalanum, ég leitaði þetta á þeim tíma og sendi þetta svona böggandi póstum og en á endanum sagt það var bara búið að henda þeim, það var raki og mygla og leka vandamál og því þeim hafa verið hent. Þannig ég gafst upp en ekki Óskar. Þannig að hér erum við ótrúlega glöð og hér ég með öðrum Ásgeiri, Ásgeir Erlendur Ásgeirsson sem deildarstjóri á sýklaveirudeildinni. Hann sérstakur vörslumaður sýnanna og þarna Lena Rós Ásmundsdóttir sem forstöðumaður í sýklaveirufræði Háskóla Íslands og sérfræðilæknir á Landspítalanum og við erum að vinna með fleiru að fá tilskilin leyfi og að undirbúa erlent samstarf og ég get sagt ykkur það biðlisti. Það var búið að vera biðlisti áður með fundum sýnin og hann bara lengst og frá ég talaði á Akureyri, ég skil ekki hver veit hvað ég að gera á Akureyri í útlöndum, þá MIT og Cornell líka búin að tala við mig. Þú veist, þetta bara heldur áfram en ég í gegnum árin hef fengið fyrirspurnar alveg frá Nýja-Sjálandi yfir Evrópu og alveg yfir til vesturströnd Bandaríkjanna. En við ætlum að vanda okkur rosalega vel. Við ætlum ekki nota allt, við erum að velja bestu staðina með minnsta magnið og það verður geymt áfram efni. Þannig að fyrir aðrir sem kunna meira en við eru komið með nýja tækni geta haldið áfram að bæta við þekkinguna. Og aftur vil ég minna á bakvið hvert sýni veikur einstaklingur með sína sögu og það líka möguleiki að einhverju séu enn á lífi. Og varðandi áhugasama samstarfsaðila að þá hér efst hann David Systrom sem tók við af Ron Tompkins á Harvard þegar hann féll frá skyndilega
og Wen sem vinnur bæði í Harvard og Stanford og þeir leiða núna saman þetta collaboration með Stanford með hinum Ron og þeir eru tilbúnir og hafa áhuga að koma bara að sækja sýnina í Hartborgar og hvaða hatt sem með þau. Þannig að þau eru í þessar vinnu og það eru fleiri erlendir háskólar í heiminum í tengslum við þá. Meðal annars Jónas Bergqvist frá Uppsala sem ég kynntist fyrst fyrir veikindin þegar hann kom til að ráðleggja díkúð hvaða blóðprufur þeir ættu að taka í sínum. Hann er svona sérfræðingur í heiminum að nota lítið magn og fá sem allra mesta upplýsingar út úr því og hann hefur komið til okkar. Svo eru þeir frá Stanford og þeir ætla einbæta sér að reyna að finna, þeir eru búin að þróa tækni með svo ofboðslega litlu sýnamagni að geta skoða alla mögulega sýkla, veirur og annað sem gæti hugsanlega verið að hafa spilað hann inn í. Og svo myndist Óskar á það, þetta er svo gull, við erum líka með hæðarsýni. Þannig að þeir ætla að sjá það í Quadron og byrja þar sem eru risar í heiminum á meltingarflóru rannsóknum og saurssýnum og svo framvegis. Þannig að fullt í gangi hér, bara sýna þeir eru búin að birta saman nokkrir úr þessum hóp. Þeir gengur vel að vinna í hóp, þetta er bara nýleg grein frá því síðasta mánuði. Þeir geta valið úr fullt af öðrum greinum hjá þeim. Og svo þarna er líka nýlegt frá því sumar frá Quadron og svo fyrst mér að náttúrulega alltaf svo fallegt að hugsa þessa tillitnaðar hjá Einstein. En hann var líka í Princeton á svipuðum tíma og stofnandi Kelsna, sem er svolítið gaman að tengja það aftur saman. En þeir eru alltaf að reyna að bæta við púslum í þessum óræðu veikindum, hvað var Akureyrarveikin, hvað er að gerast í MS sem ég held að sé með marga undirhópa, meðal annars Akureyrarveiki, meðal annars umhverfiveikindi þegar fólk fer ekki út úr húsnæðinu, þá fer fólk að vera með sama sjúkdómamynstur og long COVID virðist vera einn undirhópur þar þegar það er ekki vefjaskaði, heldur að þetta verði alls svona fjölkerfa sjúkdómi eins og hinir eru sem hafa áhrif á taugakerfi, ónæmiskerfi og þá hin kerfin okkar líka og það verða skekkjur sem þarf að hjálpa fólki með. Þá ætla ég að þakka fyrir mig og þetta byrjar á endan á Akureyri. Takk. Takk Kristín. Akureyrarklíníkin hefur verið nefnd og Friðbjörn Sigurðsson sem er hér og ætlar aðeins að koma inn á það og tala Akureyrarveikina. Hann er læknir við Akureyrarklíníkina. Nú komið sæl. Til hamingju Óskar. Til stórmerkileg bók. Ég fekk þessa bók í síðustu viku og er að byrja við glugga í hana. Og það var einmitt þessi snjóka hérna á Vesturbæ sem tengist minni fjölskyldu. Það var mjög athyglisvert því að mín fjölskyldu eða tengdafjölskyldan vissi heldur ekki af þessu. Þessi snjóka hafði bara alltaf verið veik. Ég tala hérna þess fyrir hönd Akureyrarklíníkurinnar sem ég segi ykkur aðeins betur frá og eftir. Og en þið sjáum þetta kort sem við notaðum útbreiðslu Akureyrarveikina. Og það sem þið komist að bæði í innganginum hjá Óskari hérna áðan og svo þegar við gluggi í bókina að þetta er ekki nema hálfur sannleikurinn. Þetta var miklu útbreiddari veiki heldur en við héldum. Þetta er greinin sem við vorum að nefna á það, en það sem er svo merkilegt við það, sko, þetta er ekki bara, sko, vitanlega sagan merkileg, skilur, og mannkisaga almennt og Íslandssagan er merkileg, en þetta er svo merkileg fyrir utan það að þetta kemur svo inn á nútímann og svo framtíðina. Og það sem er svo minnir okkur svo á, að af hverju, þetta var, sko, Akureyrarveiki var ekkert merkileg sjálfur sér, því að það voru svo margir aðrir faraldrar búin að eiga sér stað í heiminum og svo búin að eiga sér stað síðast. En það sem var svo merkilegt að íslenski vísindamenn voru svo duglegir að rannsaka þennan sjúkdóm og skrá sjúkdóminn. Hvað þessa veiki, hversu alvarleg var hún var náttúrulega bara töluvert heyrst í mér. Og sumir náðu sér alveg af þessari pest, en aðrir, kannski meira helmingurinn, að voru með einhvern sjúkdóm og einhvern kvilla alla sína ævi, 20% voru bara veikir, þau komst aldrei til vinnu og áttu erfitt með að lifa eins og snjóka á næsta bæ. Og
Hérna rifja ég upp það að þetta var mjög erfiður sjúkdómur því það mátti ekki tala hann og þetta segir til þess að Númi Adolf Sveinbjörnsson sem hann var 10 ára þegar hann veiktist Akureyrarveikinni og hann var í viðtali við RÚV fyrir 5 árum síðan og hann segir þetta var ekki rætt. Þannig fannst að þetta var eitthvað sem mætti ekki tala og það ætti ekki tala þetta. Það satt bara upp með þetta og situr með þetta enn. Og Númi er ennþá á lífi og það var gaman að sjá hann þetta á útgáfuhátíðinni fyrir viku síðan. En það hafa svona nokkrir einstaklingar verið að reyna veikið eftirlega á þessu þetta alveg sjúkdómur og þetta alvarlegur taugasjúkdómur. Og það var kannski að Sverrir Bergmann heitinn sem var duglegust í þetta og það voru þarna fleiri eins og eru hérna í salnum sem hafa komið að því að vekja athygli á þessum alvarlega sjúkdómi. Ég var að segja að þetta var ekkert svo sem merkilegt sem faraldur því að það er búið að vera 76 faraldrar allavega í heiminum sem hefur verið lýst sem eitthvað ósvipar á Akureyrarveikinni. En þeir voru illa rannsakaðir og þeir voru illa fylgt eftir. Og hérna, hvað er það sem veldur þessum sjúkdómi sem við kallum núna MS-sjúkdóminn? Í langflestum tilvikum er það veirusýking. Það aðrir hlutir, aðrir áreiti sem geta komið þess að stað en langoftast er það vírus. Og í þessum 76 faraldur sem við nefndum á áðan, að þá er ekki enda búin að finna vírusin. En kannski með nútímarannsóknum er við hægt að finna hvaða vírus var þetta sem olli Akureyrarveikina og kannski geta þá hinir sem voru lýstu sem hinir faraldurum komist eitthvað áfram með sín mál. En við vitum það að það er margar tegundir vírusu sem valda MS-sjúkdómum. Það er að segja, flestir sem fá þessar sýkingar, þeir eru veikir en eftir viku 10 daga og mánuði eru bara með friskir konir innan aftur. En það er alltaf einhver hluti, mismikið, eftir hvaða pest þetta er og hversu alvarlegur var, sem nær sér bara ekki og situr upp með veikindi allt sitt líf, oft á tíðum. Og hérna listi yfir ýmsa veirusýkingar. Og aðeins þegar hvernig lítum við á þennan MS-sjúkdóm núna, hvaða greiningaskilmerki notum við, því að eiginlega erum við ekki komið með almennileg blóð til það að senda fólk í MR-blóðpróf til að geta staðfest greininguna. Það kemur alveg örugglega fljótlega. En þetta er veruleg skerðing, þessi sjúkdómar veldur veruleg skerðing á færni, yfirþyrmandi þreyta og svo er þetta fyrirbæri sem er örmögnun eftir áreynslu, það er að segja fólk fer aðeins fram úr sér daginn og er kannski daga, vikur eða mánuði eða lengur að jafna sig eftir það. Og svo sjúklingur var bara alltaf þreyttur. Og svo er þessi heilaþoka og svo er þessi fleiri einkenni og hérna, sem ég nefni hérna. Og þetta er orðið svolítið flókið að greina þennan sjúkdóm, en ég er búinn að gera einfalt þetta og ég er eftir að públisera en það eru 2 spurningar og fyrsta spurning er, getur þú drukkið áfengi? Það er næstu enginn af þessum MS-sjúklingum sem getur drukkið áfengi. Hin spurning er, getur þú farið í IKEA? Hérna, einn góður félagi okkar, hann lýsti svo í Morgunblaðsgrein fyrir nokkrum árum síðan. Þetta er eins og, þessi veiki er eins og að vera með flensu í 5 ár. Því miður lést hann Sveinn Benediktsson úr þessum sjúkdómi því miður og hann sé saknað. Þetta er svona að spensa, hvensjúkdómalæknis. En þetta eru ýmsir fylgissjúkdómar sem eru með þessu sjúkdómi. Við erum þarna enn í miðjunni hérna, en það er mígreni sem er ansi oft fylgjandi, vefjagigt hjá sumum, alls konar sjálfsofnum með sjúkdóma og svo þetta sem er búið að vera svo mikið í fréttum og undanförnum sem er kallað POTS á útlensku og við kallum í Akureyrarveikinni réttstöðuóþol og svo fjölefnaóþol. Það eru fleiri svona kvillar sem eru samhangandi, sem eru torskildir. Nú smá saman er nú að komast einhver skilningar á hver er meingerð þessa sjúkdóms og við vorum akkurat að ræða, ég og Kristján Ellefsson hérna, Sigur Guðmundsson félaga hérna reyða og við vorum að Kristján var að segja þetta er ónæmisræði, þetta er ónæmisræði, þetta er ónæmisræði. Og það er það að einhver kvilli verður í ónæmiskerfinu, það verður óstjórn á ónæmiskerfinu og eða það myndast sjálfsofnæmi. Nú það getur verið að bakteríurnar í götmunni sé að brenglast og hafi þetta áhrif á meingerðina. Það getur verið að þetta sé áhrif á blóðflæði í litlu háræðunum, þannig að það verður meiri segja og það verður minni súrefnisflutning til vefjana og svo vitum við að því að ósjálfráða tölkerfið er hjá mörgum laska, svo sem eins og kemur fram í þessum réttstöðuóþoli sem vorum að tala um áðan. Nú, svo kom COVID og það hefur nú bjargað þessar umræðu MS-sjúkdómi. Þetta er eina góða við COVID, að það
varpaði ljós á að hér væri alvarlega sjúkdóm að ræða og fólk núna hægt að tala að þetta sé bara í höfðinu á þér, þessi sjúkdómur og við segjum reynda þegar fólk kemur til okkar og segir þú segir svo lengi þetta sé bara í höfðinu okkur og þá segjum við, það er rétt, þetta er í höfðinu á þér, þetta er alvarlega taugasjúkdómar. Þetta voru við búin að sjá og MF-félagið búin að gera feikilega góða vinnu því að efla vitund almennings og heilbrigðisstarfsmanna á þessum sjúkdómi og hvað við læknar vorum svona tiltölulega seinir að taka við okkur en það vildaðist hópur fyrir nokkrum árum síðan en hún var misaktífur en líka bendaði búin að guðlumerkja hana Kristínu Sigurðardóttir því hún á með heiðurinn að halda upp hann hóp og berja hann áfram og fá eitthvað útölusann í vinnu okkar. En við erum búin að gera heimildamynd og gerum hana fyrir 2-3 árum síðan í samvinnu MF-félagið MF-sjúkdóminn og nú erum við búin að gera 2 heimildarmyndir langvarandi COVID og þær fór inn í sjónvarpið í gær og verða vonandi sýndar síðar í þessum mánuði. Akureyrarklíníkin er sem sagt þjónustumiðstöð fyrir einstaklinga með MF-sjúkdóminn og langvarandi einkenni COVID. Við erum búin að starfa í heilt ár og það var Willum Þór, heilbrigðisráðherra sem stofnaði þessa klíník 16. ágúst í fyrra og ég margoft hægt að segja þetta var það besta sem ég gerði sem heilbrigðisráðherra. Ég held að sé við vorum svo ánægð með Willum, margir læknar, að ég með þess að kaus Framsóknarflokkinn í síðustu kosningum. Nú, þá var þetta landlæknir og nú er þetta heilbrigðisráðherra, við stutt okkur gríðarlega og þetta myndi að við vinn okkar Jónasi Bergqvist sem er margoft búinn að koma upp og aðstoða okkur mjög og hægt að leita til hans með ýmis málefni. Hann til dæmis að hjálpa okkur núna með hvernig við höfum komið á lífsýnasafni og svo er Runólfur Pálsson sem hefur stutt okkur mikið og við erum að reyna að koma á góðri samvinnu við Landspítalann og ætlum að fara, við erum með móttöku þar á vegum Akureyrarklíníkanna bara við hlýðina á félögum okkar sem eru fyrir á Landspítalann. Nú, þetta er samstarfsverkefni Sjúkrahússins á Akureyri og Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og það gengur svona jáþokkalega, það er kostur og gallar við að hafa 2 stofnanir rekata og við lítum aðalega á kostina. Við erum sér að auka skilning og bæta skilning á MS-sjúkdómum og skyldum sjúkdómum og við erum að bæta þjónustu við þennan sjúklingahóp og við tökum bara við tilvísun, fólk getur ekki pantað sér tíma sjálf og það er ákveðnar ástæða fyrir því. Við erum samhæfandi aðili á landsvísu varðandi þjónustu við MS-sjúkdóminn og langvarandi einkenni COVID og við erum að reyna að hafa sem besta samvinnu við þá aðila sem hafa áhuga á að sinna þessu fólki með þennan alvarlega sjúkdóm. Við erum að stuðla skráningu sjúkdóms, við erum komið mjög hægt áfram í þessu verkefni en skráning á þessu sjúkdóm er alltaf megin forsenda þess að það sé hægt að rannsaka sjúkdóm einhverju viti. Við erum sem því viðræði núna það hvernig við komum á lífsýnasafni sem er gríðarlega mikilvægt og já, ég held að það sé komið og við erum í töluverðu erlendu samstarfi og Óskar, minnum á það er margir í eitthvað erlendu samstarfi sem eru búin að fylgjast með eða þú ætti að fara að gefa út þessu bók þeir vilja fá hann á erlendu tungumáli hver er staðan okkar í Akureyrarklíníkinni í dag? Við erum búin að sjá 470 sjúklinga í fyrstu komu mikill meiri hluti viðtalið gegn myndsíma því að flesta okkur fólki það veikt að það fer ekki á milli byggðarlaga til að heita lækni. Það gengur ágætlega að nota myndsíman. Það eru allt og langur biðlisti á, við erum með 100 manns eftir að koma í fyrstu komu og þetta er 4 mánuðir, við ætlum að 6 á það núna í haust. Við höfum reynt að prófa hvort sé hægt að fara með móttöku út úr landið og það gengur. Við erum búin að fara á Sauðárkrók, Húsavík og Trissum og Selfoss og ætlum núna í september-október að koma hingað á Landspítalann. Við höfum farið einstaka vitina til fólks og ég held að við höfum að gera miklu meira því en það er töluverð vinna núna á næstunni að reyna að sýna eftirliti með þessum sjúklingum. Við heldum kannski að það væri nóg að við kemum fyrstu meðferð af stað og sendum svo aftur til heimilislæknisins en við þurfum að sýna meiri stuðning bæði við heimilislækna og við sjúklingana sjálfa og fjölskylduna. Nú, hvað var það lífskeið þessar sjúklingahóps? Og þetta vissum við áður en við byrjum að erlendar rannsóknir hafa sýnt að lífskeið sjúklinga með MS-sjúkdóminn og langvarandi COVID eru bara við í versta móti miðað við aðra sjúkdóma. Og þetta eru verri sjúkdómar hvað lífskeiði varðar heldur en nýrnabilun endastigi hjá fólki sem eru á nýrnavél eða lungnakrabbamein með dreifingu, meinvörðum.
Og þetta get ég alveg samrænt sjálfur verandi krabbameinslæknir og búin að fylgja fjöldamörkum á krabbameinssjúklingum. Þessir ME-sjúklingar eru bara til hópa miklu veikari og með verri lífsgæði heldur en krabbameinssjúklingarnir. Nú þetta teymið okkar, þetta öflugt teymi, flestir eru nú í hugflutastarfi og við erum núna nýlega búin að fá öfluga hjúkrunarfræðinga, þannig að vonandi mun það sjást í betri þjónustu hjá okkur. Við erum í félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, heilbrigðisgagnafræðing, sjúkraþjálfara og þetta feikilega gott teymi. Okkur vantar barnalækni og okkur vantar næringarráðgjafa eða um eitthvað sem við viljum koma í vinnu til okkar. Nú, þessi sjúkdómur ekki bara heilbrigðisvandamál, því að þetta er félagspakki. Þannig mikill hluti sjúklinga er útbúið og það veikist og það dettur bara út á vinnumarkaði og kemst kannski bara ekkert aftur á vinnumarkaði. Þetta er meira háttar vandamál. Og nú þetta auka faraldur sem við heldum að sé svona tvöfaldur á við það sem fyrir ME-sjúklingarnir hópurinn var, að þetta sé tvöfaldur á fjölda sjúklinga með alvarlega ME-sjúkdóm og eftir að COVID-faraldur kom upp. Og félagsmálaráðherra hefur skilning á þessu og að lokum þetta með Akureyrarveikina. Ég færi að fara fram, ég lofaði að þetta verður tímur, ég kom fram úr, þannig að ég verður stúr að tala hrætt. Akureyrarveikin, þetta náttúrulega stórmerkilegt. Það var svolítið mjög, við vorum sérst að halda upp á 75 ára afmælið, ef svo mætti kalla, afmæli sjúkdóms, en það var þarna í maí 23 fyrir 2 ára síðan. Og Haraldur Hauksson, kolleginn minn og skurðlæknir á Akureyri, hann kemur til mér sér og segir, þarna maður úr Svarfaðardalnum, ég þekki hann, þetta er ágætismadur og hann hefur svo rosalega á að skrifa maður sjúkdóm. Og hann heilsaði frá mig og þetta búið að vera bara virkilega ánægilegt. Ég vissi ekki í byrjun því ég náttúrulega búin að fá fullt af svona einhverju kemur til maður sem segir já, að gera þetta eða hitt og svo gerist ekki neitt. Þannig ég hafði ekkert mikla væntingar eins bara strax nokkrum dögum eftir komin í símann við þarfum að hittast. Og við opnaðum bækur okkar fyrir honum Óskar Þór, hann búin að glugga í það sem við erum og hann búin að gera alveg ótrúlega flotta vinnu og ég hvet ykkur alls til þess að verða ykkur út þessa bók. Ég er núna komið 2. Þessi bókin. Nú hver framtíðin? Veirusýkingar munu halda áfram að herja mannkynið. COVID ekkert síðustu veirusýkingin eða veirufaraldurinn. Það nokkuð smillafræði. Fólk mun halda áfram að vera með langtíma eftirstöður á COVID, af veirusýkingum. Og við verðum að vera betur undirbúin þegar næsti faraldur kemur. Og það sem Akureyrarveikin ætti að minna okkur á að íslenskir vísindamenn ættu að geta verið í fararbroddi nú eins og þá í rannsóknum á þessu sjúkdómi. Takk. Takk fyrir Björn. Það eru 2 á mælendaskrá ennþá, en ef þið viljið standa upp þá er það bara sjálfstætt og kaffið hérna aftast. En ME-félagið hefur verið nefnt og oft búið að tala ME-sjúkdóminn náttúrulega. Varaformaður ME-félagsins hér, Ásta Þórunn Jóhannsdóttir og tekur til máls. Ekki að skipta það fyrir. Já, ég ætla það ekki. Þú ætla að nota símtólið ekki? Já. Þú ætla að nota símtólið ekki? Jú. Já. Komið sæl, Ásta heiti ég og varaformaður ME-félagsins. Kæru gestir og kæru vinir. Það mér mikill heiður að fá að standa hér í dag fyrir hönd ME-félags Íslands og flytja nokkur orð við þetta mikilvæga tilefni. Fyrst af öllu vil ég færa Óskari Þór Halldórssyni hjartans hamingju óskir með útgáfu bókarinnar Akureyrarveikin
og innilega þakkir fyrir ómetanlegt starf við ritun hennar. Með þessu verki hefur hann ekki aðeins vakið athygli á sögulegum atburðum, heldur einnig varpa ljósi á veikindi sem snerta fólk enn í dag. Akureyrarveikin markaði samfélagið djúpt. Með bókinni hefur Óskar Þór varveitt minni þeirra sem urðu fyrir áhrifum faraldursins og gefið rödd þeim sem lengi hafa vantað í opinberri umræðu. En þetta er ekki aðeins saga fortíðar. Hún minnir okkur á að langun veikindi eftir sýkingar eru ekki nýtt fyrirbæri. Tengslin milli Akureyrarveikinnar, MS-sjúkdómsins og langtíma COVID sýna að við eigum enn margt ólært. Það sem gerðist á Íslandi miðja síðustu öld hefur því bein áhrif á skilningu okkar á áskorun nútímans. Á þessum tímapunkti langar mig að sýna ykkur stutt myndband sem ber heitið Lífið með ME. Það útskýrir á einfaldan hátt hvað MS-sjúkdómurinn er og hvernig hann hefur áhrif á daglegt líf fólks. ME er fjölvirkur krónískur taugasjúkdómur sem hefur hamlandi áhrif á hina ýmsu starfsemi líkamanns. Sjúkdómurinn hefur áhrif á líkamann í heild, taugakerfi, ónæmiskerfi og efnaskipti. Líkaminn hefur þar af leiðandi skerta getu til að framleiða orku og virka eins og áður. Fólk á öllum aldri getur veikst. Börn og fullorðið fólk sem var heilbrigt og virt í sínu samfélagi fær ME. Langflest eftir veirusýkingar en nær ekki bata og verður fyrir mismikilli fötlun og lífsgæðaskerðingu. Aðaleinkenni sjúkdómsins eru svokölluð PM-köst eða áreynslu og álagsörmögnun sem getur skollið á okkur fyrirvaralaust alltaf 3 dögum eftir ofaálag. Saklaus kaffihúsaferð getur orsakað PM-kast 2 dögum síðar. PM-köstin valda okkur meðal annars örmögnun, flensueinkennum, skynfæraálagi, erfiðleikum með minni og einbeitingu og ýmsum öðrum einkennum sem eru mismunandi eftir alvarleika sjúkdómsins. Líkamar okkar með ME framleiða mun minni orku en aðrir og eigum við því oft erfitt með að lifa lífinu eins og áður. Við þurfum að hvíla okkur oft yfir daginn, forðast álag og gæta þess að gera ekki of mikið til að forðast PM-köst. Það er mjög leiðilegt að þurfa að forðast álag sem er tilkomið af einhverjum jákvæðum og skemmtilegum viðburðum. Það er mikilvægt að læra virkniaðlögun sem er aðferð til að læra að halda sig innan sinna orkumarka og til að það gangi upp þurfum við stuðning og hjálp frá fólki sem við umgöngumst. Þau okkar sem eru í skóla þurfa að geta lagst út af eða fengi aðgang í hvíldarými í skólanum. Því ef við fáum PM-köst þá minnkar einbeiting og minni sem veldur námserfileikum. Vinnustaðir þurfa að veita okkur viðeigandi aðlögun, til dæmis með styttri vinnutíma, betri vinnuaðstöðu og möguleika til fjarvinnu. Meirihluti okkar með ME hefur heilsu sinnar vegna þurft að hætta í skóla eða vinnu. Vinir eiga oft erfitt með að sætta sig við það að taka tillit til okkar vegna veikinda sem sjást yfirleitt ekki utan á okkur. Fólk með ME getur yfirleitt ekki verið lengi á viðburðum, eins og til dæmis veislum. Við þurfum stundum að geta lagst út af þegar við komum í heimsókn. Skynfæraálag veldur okkur erfiðleikum með skærljós, lykt og hávaða. Sem foreldrar eigum oft erfitt með að sækja ýmsa viðburði í skólum eða tómstundum barnanna okkar. Þar sem sjúkdómurinn þekkist líka undir nafninu síþreyta, verða mörg okkar fyrir fordómum og skilningsleysi. Það orð lýsir ME-sjúkdómnum illa og veldur misskilningi. ME batnar ekki við að taka meira vítamín, hreyfa sig meira, borða öðruvísi eða hugsa öðruvísi. Vegna lítillar almennrar þekkingar og fræðslu á MS-sjúkdómnum er takmarkað aðgengi að heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir okkar hóp og mörg fá ekki greiningu og meðferðir nægilega fljótt með þeim afleiðingum að sjúkdómurinn versnar. Þau okkar sem eru með sjúkdóminn á háu stigi lifa við einangrun og verulega fötlun. Þau komast ekki fram úr rúmi eða frá heimilinu, vikum og mánuðum saman og hitt ekki nema fjölskyldu eða umönnunar aðila. Þróttleysið er gríðarlegt og getan til að lesa,
Horfa á tölvu og slíkt takmörkuð vegna skynfæra álags. Sum eru alveg rúmliggjandi og geta ekki verið í uppréttri stöðu. Þau eru með takmarkaða getu til að nærast og halda niðri fæðu og herbyggi þeirra eru myrkvuð. Þannig lifa þau árum saman. Ekki hefur tekist að finna lækningu við ME en nokkrir erlendir vísindamenn og háskólar stunda rannsóknir á sjúkdómnum. Mikil þörf á auknu fjármagni til rannsókna. Öll vonum við að lækning finnist fljótt. Fyrir sjúklinga með ME eða langtíma COVID þessi bók mjög dýrmæt. Hún styrkir umræðin ME, eftirköst COVID og mikilvægi þess að taka alvarlega veikindi sem ekki hverfa með hvíld eða einfaldri lækningu. Hún minnir okkur líka á að hlusta á reynslu fólks. Því lífsreynslu sögurnar sýna að margir náðu sér aldrei til fulls. Þetta saga sem ekki má gleymast. Ég hvet alla til að lesa bókina og læra af henni. Með því að skilja fortíðina getum við betur tekist á við nútímann og skapa skilningsríkari framtíð fyrir fólk með ME og aðra sem glíma við langvinn veikindi eftir veirusýkingar. Kæri Óskar Þór, fyrir hönd ME félags Íslands vil ég færa þér innilegar þakkir fyrir að leggja þitt mikla starf og kraft í þetta verkefni. Það okkur sönn ánægja að geta heiðrað þig hér í dag. Til að sýna þakklæti okkar vil ég nú afhenda þér þetta glerlistaverk. Áletrun á verkinu hljóðar svo. Með innilegum þökkum Óskar Þór Halldórsson fyrir ómetanlegt framlag til varðveislu sögu Akureyrarveikinnar og aukinnar vitundar ME-sjúkdóminn. Óskar, þú mátt gjarna koma upp og taka við gjöfinni. Með kæru þökkum frá okkur öllum í ME félag Íslands. Kæra þakkir, Ásta. Það var 25. september 1948 sem að fyrsta tilfellið var skráð Akureyrarveikina. Opinbera tilfellið, það var 18 ára piltur á Svalbarðseyri. Og sérkennilega vill til að sama dag fæddist Sigurður Guðmundsson fyrrverandi landlæknir. Hann þarf að taka til máls. Já, góðan daginn. Og ég bara verið að segja til hamingju. Þakka þið fyrir að minna mig á þetta. Ég ekki viss að það sé kannski einhverju til framdráttar að vera jafnaldri Akureyrarveikinnar, en ég ætla samt að reyna. Reyndar hefur allt það sem ég kannski hefði mögulega geta sagt komið fram hér nú þegar, en mér langaði samtímis að byrja að segja að við höfum verið orðið hér vitni að 2 afrekum, það ekki? Við höfum orðið vitni að útkomu þessarar bókar og við höfum líka orðið vitni að því hvað Akureyrarklínikin að gera og við höfum líka reyndar séð og fengið innsýn inn í þær hörmungar, ef ég má nota það orð, sem fólk með ME sjúkdóminn þarf að gangi í gegnum. Ég held að ekkert okkar sem svona telur sig þokkalega heilbrigt geti raunverulega skilið hvað þetta fólk að gangi í gegnum. Og þess vegna náttúrulega þarf ekki að draga í efa mikilvægi þess að fá nánari innsýn inn í þennan stórmerkilega sjúkdóm sem við erum að tala hér, Akureyrarveikina, sem Óskar hefur virkilega öðrum fremur dregið fram í dagsljósið. Þannig að enginn vafa því að þetta var tvímælalaust veirusjúkdómur, eins og fram hefur komið hérna. Hann hegðaði sér eins, þetta var stuttur faraldur, tók einungis 4 mánuði þarna á Akureyri þó hann kæmi svo fram sem síðari faraldrar síðar, þannig að sjúkdómurinn hegðaði sér nákvæmlega eins og veirufaraldur. Spurningin bara
hvað svo? Hvernig stendur á þessum langvinnu afleiðingum og hægt að velta eitthvað fyrir sér hvers konar veira, ef ég má fullyrða það þetta hafi verið veira, þetta var. Og vissulega berast bandin svolítið að koronaveirum, talandi COVID sem margoft hefur verið vitnað hér til. Þar hefur tíðni langvinnra afleiðinga, eins og long COVID, og við erum búin að tala það hér, verið mjög há eftir svona klassískar veirusýkingar. Hið sama sást eftir aðra koronaveirusýkingu, SARS sem við kannski munið eftir og síðast en ekki síst var tíðni langvinnra eftirkasta, það sem við köllum núna ME, eftir Akureyrarveiki faraldurinn mjög há. Svo að kannski svona lausnin þar. Óskar Þór spurði mig í einhverju símtæluna fyrir fáum dögum hvernig stendur á þessu, hvaðan kom þessi veira, ef þetta var þá veira, og hvert fór hún? Getur hún hafa verið legið í samfélaginu árum saman, áratugum saman og af hverju hvarf hún? Auðvitað hef ég ekki hugmynd hvers vegna, en það hægt að velta fyrir sér að svona veirufaraldur hafi sprottið upp vegna einhverja breytinga, til dæmis stökkbreyting í veirunni, það þekkjum við mjög vel, einhverja breyting í umhverfinu sem við á Akureyri eða fyrir norðan, sem við kannski höfum enn ekki alveg nægilega einsýn í. Akureyringar eru svolítið skrítið fólk, ég ættaður að þeim, og svo náttúrulega líka gætu hafa orðið einhverjar breytingar í okkur, híslinum, sem fengu sjúkdóminn. Svo það hægt að velta þessu fyrir sér alveg endalaust. En mér langar svona, ég ætla ekki að tala lengi, ég ætla mér að hætta mjög fljótlega, kaffi bíður, en mér langar bara til þess að fá að segja það að ég held að ekki hafi verið skrifað svona jafn öflug og mikil krónika eitt sjúkdóm fyrir núna, kannski berklana, kannski hægt að segja það, en fáir sjúkdómar hafa fengið svona þann heiður, ef ég má orða það þannig, að hafa getið af sér þvílíkt stórvirki sem þessi bók er. Og ég ætla bara að ganga í kórinn og óskar ég Þór til hamingju með þetta. Það ekki á allra færi að gera þetta. Ég hef fengið að lesa handritið í svona einhverju formi og var náttúrulega strax uppnuminn og ég vil bara hvetja ykkur til þess að gera þið sama. Lesið bókina, þið fáið þá tímalaust meiri innsýn inn í þetta. En enn og aftur vil ég líka leyfa mér óska Friðbirni, kollega mínum ágætum og fleirum sem standa að Akureyrarklíníkinni fyrir þetta líka stórkostlega þrekvirki að koma þess á koppinn og vera þó komin þetta langt ári seinna að vera búin að sjá yfir 400 manns. Það finnst mér vera eitthvað sem við ættum að taka ofan fyrir ef við hefðum hatt það. Takk fyrir mig. Takk Sigurður og þið öll hinn sem komuð í pontu og tóku þátt í þessari kynningu. Takk kærlega þið öll sem komuð á þessa kynningu. Eins og búið að koma fram, það kaffi hérna og við höfum einhverja stundi eftir að spjalla fram til 7 eitthvað svoleiðis og bókin verður til sölu þarna aftast í salnum. Kæra þakkir öll.